Heil og sæl. Í þessu þætti ætlaði ég að forvitnast það hvernig það að vera bæjarstjóri. Og mér finnst það bara að hljóti vera mjög spennandi starf. Ekki það að ég ætli að sækjast eftir því einhvern tíma, en mér langar að vita. Og ég ákvað þess vegna bara að fá, til dæmis einn bæjarstjóra í þáttinn til þess að spjalla þetta við mig og segja mig frá. Og þá var þetta nærtækast að fá bæjarstjóran okkar inn á Akureyri. Eirík Björgvinsson, sem ég býð hjartanlega velkominn. Takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir að bjóða mér. Hvernig að vera bæjarstjóri? Það æðislegt. Það geggjað gaman? Já. Ég hef ekki gert annað síðan 14 ár, þannig að ég byrjaði í þessu bara 2002. Þannig að þetta hefur bara verið mitt starf í 14 ár og þetta það starf sem ég sjálfsagt verið hvað lengst í af öllum störfum sem ég hef tekið að mér. Reyndar ekki í öllu á sama stað en ég hef aðeins fært mig á milli sveitafélaga. En þetta bara... Þannig þetta bara svona þín örlög að vera bæjarstjóri? Eða þú veist, góð örlög en... Já, góð örlög í þeirri merkingu, já. En þetta svona byrjaði þetta náttúrulega svona sem að pröfa og sjá til og allt þetta og svo eins og gerist nú ofta, svo kannski festast menn í störfum en þetta hefur líka verið mjög gefandi og mjög skemmtilegt starf og þetta svo óbúslega fjölbreytt að þess vegna ég ennþá og nýt þess ennþá. Þú varst fyrst bæjarstjóri og það ekki á Egilsstöðum? Já, eins og hétt Austurhérað, eins og hétt þá og náttúrulega með aðstöðu á Egilsstöðum. Ok, spólum tilbaka, þegar þú varst valinn þar, hvernig fór það fram? Varstu... Ég var ráðinn. Þú varst ráðinn eins og hérna á Akureyri? Já, bara eftir auglýsingu og sóttir um. Sótti bara um. Og svo varstu ráðinn og manstu hvernig leið þegar þú, hvað varstu gamall þarna, kannski? Fyrir 14 ára síðan, á ég ekki að vera að segja hvað ég er gamall. Ég varst ungur, mjög ungur. Þá var ég yngri. Já, þú varst yngri. Manstu hvernig leið bara allt í einu daginn og hugsaði bara, heyrðu, ég er bæjarstjóri. Þú veist að þetta er eitthvað pínu þetta orð, eitthvað svona. Ég meina, já, mann finnst þetta að vera svolítið stórt. Manstu hvernig leið gagnvart því? Já, ég man það alveg sko. Þetta er náttúrulega bara að taka ákvörðunina að sækja. Er náttúrulega óbúslega stór. Og þá fer maður líka velta fyrir sér hvað er maður eiginlega að hugsa? Ég meina, hefur þú eitthvað í þetta að gera? Eiginlega tiltölulega ungur og þannig ekki nægilega lífsreyndur á þeim tíma. Þú hugsaðir það? Já, sjálfsögðu hugsaði ég það. Mikið er í fegin að heyra það. En ég fékk samt, ég hef aldrei gert þetta nema því ég hafði fengið svona ákveðna hvatningu eða ábendingar það hvort að þetta væri ekki eitthvað sem ég geti séð fyrir mér í framtíðinni. Og bara vegna þess að ég meðal annars að ég hafði starfað hér á Akureyri í 6 ár fram að þeim tíma. Og það voru bæði samstarfsfólk og fólk sem ég hafði unnið með sem að bentu mér að það hefur þú ekki metnað fyrir því að ná eitthvað aðeins lengra inn í þessum sveitarstjórnargeira og þú er típan og þú hefur ýmislegt fram að færa sem að jafnvel gæti nýst í þessu starfi og þá fór maður að velta þessu fyrir sér. Og svo bara þekkti ég náttúrulega vel til fyrir austan líka, ég hafði líka verið starfandi þar í 2 ár og svo þegar við fórum að ræða þetta saman, bara fjölskyldan sem var nú ekki stór á þeim tíma, að hvort að þetta gæti verið möguleiki, þá ákveðum bara að slá til. Þannig að þetta var meira svona að prófa, en samt að sjálfsögðu metnaði fyrir því að fara í starfið. En svo þegar maður náttúrulega var kominn og fékk starfið og settist í stólinn, þá fylltist maður alveg gríðarlegu stolti og náttúrulega ábyrgðartilfinningu og ég hef reyndar alltaf verið þannig að ég hef haft alltaf mjög ríka ábyrgðartilfinningu. Þannig að svo svona smátt og smátt að þá svona lærir maður að lifa með þessu eða meðtaka þetta allt saman. Svona fljótlega þá bara vandist maður þessu og taka sig ekki of hátíðlega. Það skipti, allavega ég tók þann pól í hæðina strax. Að vera sami gamli ég og ekki vera að spila einhvern annan heldur en ég væri. Og þannig hef ég bara komist í gegnum þetta og þannig hef ég bara fengið ákveðna virðingu fyrir því sem ég er að gera af því að ég er ekkert einhver annar heldur en ég er ekkert að reyna að vera einhver annar heldur en ég er. Og þannig hefur kannski líka endst í þessu starfi því ég held að það sé erfitt að endast í starfi þar sem maður er í einhverju ákveðnu búin að setja sjálfan sig í einhvert ákveðið hlutverk, eitthvað annað en maður er. Ég held að maður hvíli í störfum með því að vera akkúrat maður sjálfur þannig að En þú ert þarna á umbrotatímum svolítið fyrir austan. Það er alltaf ótrúlega breytingar og sviptingar í atvinnulífinu og allt á þessum árum. Ég þýlitinu til hent út í djúpulaugina. Að verkefnin náttúrulega voru alveg gríðarlega stór. Það er bara sama ár og ég kem, 2002.
þá undirritaðir samningarnir við Alcoa og tekin ákvörðun að fara í framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun. Og þá lendur bara inn í þeirra atburðarás, ríkið tekur þessa ákvörðun og á þeim tíma var Austurhérað í rauninni bara svona mitt á milli framkvæmda. Það að segja Kárahnjúkavirkjun var ekki okkar sveitarfélagi, heldur á Norðurhéraði eins og hét þá. Svo var það sameinað og ég var síðan bæjarstjóri fyrir þessi bæði sveitarfélög. En það sem við urðum að fara inn í var náttúrulega það að svona samfélagslegu áhrifin, öll uppbyggingin í innviðunum og fólki sem var að flytja inn á svæði, það náttúrulega var að koma til Egilsstaða í stærsta þéttbýliskjarnan. Og þannig að við urðum bara að gjöra svo vel að undirbúa það vel og ég hafði aldrei komið að svona málum áður, þannig og reyndar margir þarna fyrir austan bara alls ekki, þannig að ég var svo sem ekkert einn í því. En þá var þetta náttúrulega bara, eins og ég hef alltaf litið á þetta svona bara mikill skóli. Þetta var bara eins og vera í massífu háskólanámi og maður þurfti að lesa sér til og maður þurfti í rauninni að undirbúa sér vel fyrir allar ákvarðanir og maður tókst á fundum við ótrúlegasta fólk og glímdi við ýmis verkefni og þannig að þú byrjaði í rauninni bara strax að takast á við. Já, nákvæmlega. Og þú byrjaði bara strax að takast á við svona stór og mikil mál. Og svo bara smátt og smátt þróast þetta og svo lærir maður fljótt á þessa hluti og að þessu bý ég enn þetta í dag. Þannig að á þessum tíma, ég man að ég var mætt oft í vinnuna klukkan 6 á morgnana til þess að vera vel undirbúinn og að því það var kannski fundur klukkan 8 eða hvernig sem það var og var með langa vinnudaga. Alma, kona mín, til dæmis kom ekki strax austur, hún var í myndlistaskólanum á Akureyri þegar ég byrjaði fyrir austan og með Árna Björn okkar elsta son. Og þannig ég var einn, þannig ég gerði ekkert annað heldur en bara að vinna allan sólarhringinn og að setja mig inn í starfið, þannig ég fékk góðan tíma líka til þess. Þannig að þetta voru vissulega umbrotatíma sem ég byrjaði í en ég bý að þessu alla ævi. Já, ég meina þetta í raun og veru meiri eldskírn heldur síðan að koma hingað þessu bæjarstjóri. Það var eiginlega svona, það var náttúrulega eftir, það voru liðið nokkur ár frá hruni og það var svona öldurnar farnar að lægja bara í svona almennt í samfélaginu aðeins allavega, þannig 2010. Þannig er bara hent út djúpulaun og færi bara leiðtoga þjálfun þannig í þessu verkefni. Fekk svona bara raunverulegt verkefni til að takast á við, ekki bara lesa bækur, heldur að takast á við þetta í raun. Já, þannig kynntust þið líka því að vera líka, þú veist, að vera óvinsæll og vinsæll á sama tíma kannski í ýmsum málum, eða ekki? Já, sjálfsögðu. Það bara, það fylgir þessu starfi og það lærir maður líka fljótlega að þú getur ekki gert öllum til geðs. Þannig að það bara þó að mér hafi tekist ágætlega svona í gegnum tíðina að vera svona diplomatískur eða svona leiða mál til lykta að þá hefur það líka gerst með reynslu og hvernig ég hef unnið með fólki því að það líka bara svona hluti sem maður tilengar sér. Þetta auðvitað fer það líka svolítið eftir hvers konar karaktereinkenni maður hefur, hvernig maður tekst á við hlutina og ég svona með nokkuð gott skap og svona nokkuð svona bara svona jafnaða geð og átildulega auðvelt með að svona greina svona kjarnan frá hisminu, þannig að ég er ekki alltaf að velta mér upp úr algjörum smáatriðum, heldur svona reyni að finna það sem skiptir máli og það bara hjálpa mér auðvitað líka, svona bara hvernig maður hefur, hvaða lífsskildi maður hefur og hvernig maður sér lífið og tilveruna. Svo er maður bara þroskast í þessu líka og svo að ég myndist á það sem maður hefur lært af. Ég hef náttúrulega Guðmundur Bjarnason, bæjarstjóri til dæmis í Fjarðabyggð sem var að gangi í gegnum svipaða hluti og ég náttúrulega ræddum mjög mikið saman. Þar var náttúrulega gríðarlega reyndur bæjarstjóri. Svo náttúrulega gat ég leitað áfram í gamla bæjarstjórann minn, ég leitaði í Kristján Þór heilmikið hérna inn á Akureyri og þannig að ég var með mikið af fólki í kringum mig líka sem gátu hjálpa mér. Sem að maður verður náttúrulega auðmýkt til að gera að leita að. En já, þetta ótrúlega merkilegt. En hvað hvernig er það með að vera í þessu starfi? Upplifir þetta sem starf sem að þú ert bara stimplarð inn og út í eða út úr eða er þetta bara svona lífstíl að vera bæjarstjóri? Er þetta þannig að þú ert alltaf meðvitaður það hvers þú kemur að þú sért og hafir þetta hlutverk? Það er nauðsynlegt að vera alltaf meðvitaður það. En ég tek mig ekkert svo óbáslega hátíðlega eins og ég er búinn að segja. Ég bara tek mig svona mátulega alvarlega eins og við þekkjum bæði tvö. Við sem fyrirverandi nágrannar þekkjum það og við höfum ekki tekið okkur endilega alltaf rosalega hátíðlega heima. Nei, ekki sérstaklega, nei.
En maður er alltaf meðvitaður þetta og þú svona losar aldrei við vinnuna, hún er alltaf einhvers staðar og maður þarf svolítið að bara vera svolítið meðvitaður það að svona hvernig þú stýrir þessu. Eins og til dæmis ég hef bara þroskað hjá mér til dæmis að ég er venjulega ekki með kveikt á símanum, þá vita menn það þegar reyna að ná í mig. Þú veist, ég læt síman ekki stjórna mér, ég stjórna símanum. Þetta er svona hluti sem ég bara tilenga mér orðið. Ég fyrir mjög sjaldan í tölvuna að leysa tölvupósta eitthvað seint á kvöldin á henni fyrir að sofa. Þetta er eitthvað sem ég hef bara tilenga mér, þannig að þá er ég búinn að losa mig vinnuna. Og þegar ég er með strákunum mínum eða með fjölskyldunni þá er ég með þeim þá er ekki síminn að tölvan. En þetta hefur ég þurft að svona læra og þjálfa mig í og náttúrulega miklu betri í dag heldur en var áður. En auðvitað þegar maður þurfa ferð út af heimilinu þá náttúrulega ertu svolítið meðvitaður það að sjálfsögða verður að vera meðvitaður það að þú ert í ábyrgðarfullu starfi og ég held að fólk sér mig almennt ekki mikið hér á vínveitingahúsi bæjarins eða þó ég hafði alveg komið þangað. Já, ekki froðu hellaður á pósthúsbarnum. Nei, þannig að þú þarft að gæta þess að vegna þess að ekki gleyma því líka að bæjarstjórastarfið, þetta er ímyndarstarf fyrir sveitarfélagi. Ég er fulltrúi sveitarfélagsins alls staðar þar sem ég kem og þá er eins og það að haga sér þannig og koma þannig fram að þú sért berir þessa ímynd eða þú sért standir undir þessum kröfum eða hvað ekki kennilega kröfum, heldur bara þessari ábyrgð sem þessu fylgir. Þegar þú til dæmis bara ferð í bónus og eitthvað svona, er fólk að koma að máli við því svona grípa eða nota tækifærið og segja þér að það hafi nú sent þér skilaboð, tölvupóstum eitthvað eða það væri nú gott að fara að salta göturnar betur eða breikka einhverja götur eða gera eitthvað, þú veist, lendur í því? Já, það kemur þetta fyrir. En sem betur fer að þá er hann þannig að ég get alveg gengið göturnar og allt og farið í bónus á þess að ég sé eitthvað sérstaklega truflaður og ég segi nú, og það gildir reyndar bæði fyrir austan og á Akureyri að fólk er alveg ofboðslega tillitssamt og ég meina ég ger mér alveg grein fyrir því að flestir vita hver ég er og þetta er ekkert allir endilega, en flestir vita hver ég er og bara fólk virðir alveg við mig, en ef ég hef lent í erfiðum málum, svona spurningum og til dæmis auðvitað hef ég komið á vínveitingahúsinu í bænum og þú lendir kannski í einhverjum sem að allt í einu hafði kjark til þess að koma til bæjarstjórans og ræða við hann, að þá hef ég bara leyst það bara með því að segja við viðkomandi, bara svo við munum báðir hvað við vorum að tala og þá skaltu bara koma til mér á mánudaginn og þá skulum við ræða þetta og það er miklu betra. Og það er tilfellið að fólk kemur bara svona einstaklega koma á þinn fund til þess að ræða ýmis mál, þannig að þú ert kannski stundum bara jafnvel í sama hlutverki og ég að vera sálgeitir og annað því fólk náttúrulega hlýtur ofta að koma með mjög viðkvæm mál inn á þitt borð. Það er starfsmannahald og annað á þessum stóru vinnustöðum hérna í bænum og þar hljóta að koma upp ýmis ágreiningsmál og svo náttúrulega bara persónuleg mál fólks, búsetumál og veikindi og annað. Þú hlýtur að vera fást við þetta alla daga. Allt þetta. Þetta kemur allt með einhverjum hætti inn á borð til mín líka. En þetta svolítið kannski öðruvísi að með okkar störf að fólk einhvern veginn, ég veit ekki, þú veit ekki hvernig það nákvæmlega hjá þér en mjög margir, sérstaklega eldra fólk, það biðst afsökunar á því að trufla mig þegar það er að koma með eitthvað mál sem það vil ræða. En ég er til staðar og ég er bæjarstjóri fyrir fólki og ef fólki sama hversu merkilegt eða ómerkilegt erindið að þá hlusta ég alltaf. Ég get ekkert endilega bjargað öllu eða reddað öllu og þetta er ekkert endilega mál sem snerta bara rekstur sveitafélagsins eða þjónustu sveitafélagsins. Þetta er bara, þetta til dæmis í hug bara fjölskyldu sem kom til mín vegna þess að börnin voru komin í mjög erfið mál, tengt fíkniefnum og áfengisneyslu og svo framvegis og þau voru bara ráðþrota og komu til mín og vildu bara, ég vissi bara hvernig ástandið væri á þessum tíma og ekki til þess að fá mig til þess að leysa úr málum sem ég reyndar tókst reyndar eða fékk tækifæri til þess að beita mér í en svona mál koma líka inn til mín og þá gerir ekkert annað heldur en bara að hlusta og leyfa fólki að tjá sig en afskaplega mikilvægt að hafa þessar upplýsingar svo maður sé ekki bara fastur í sínu umhverfi og halda að hlutinni séu bara
allir í, þú veist, eins og maður séð okkur rósröðu ský og hér séu allt í blóma. Það eru sem betur fer mjög góður hlutir að gera sérna, en það eru líka mjög slæmir hlutir sem að gerast í okkar samfélagi líka. En sko, þinn bakgrunn, ég allt í einu verið svo forvitin, ég var alltaf að hugsa að þú ert búin að vera bæjarstjóri 14 ára, en hvað varst að gera áður og hvað læriður? Hver þín menntun? Mín bakgrunnur er náttúrulega úr íþróttunum og það svona, ég læriði, er íþróttakennari frá íþróttakennaraskólanum á Laugavatni og þegar ég var búinn að ljúka þar námi þá fór ég út og lærði meira við íþróttaháskólann í Köln í Þýskalandi og ekki bara íþróttir, maður lærði þarna nýtt tungumál og standa á eigin fótum og allt þetta sem maður lærði þessum tíma og síðan bara þegar ég kem heim þá fyrir ég að vinna í þessum íþrótta- og æskulýðsgeira. Ég verð sem sagt íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Austur- og Egilsstöðum til að byrja með og svo kem ég hingað og tek við að Hermanni Sigtryggssyni og með hérna deildarstjóri íþrótta- og tómstundamála hér hjá Akureyrarbæ. Þannig að ég var svona að lifa og hrærast í þessum íþrótta- og æskulýðsgeira. Ég vann rosalega mikið með unglingum og hafði mjög gaman að því og hef reyndar enn og nýtti mér námið þannig. Síðan hef ég svona bætt við mig aðeins í námið, meðal annars er ég með diplómi í skólastjórnun og svo hef ég tekið svona starfsmannastjórnun og ýmislegt svona bara sem maður bæti við sig sem er hluti af því sem maður þarf að vera og svo það sem þú lærst bara í starfinu sem er náttúrulega mest í skólinn. Það er mest í skólinn. Ég alltaf sko. Já, það er mest í skólinn. Ég hef lært mest í guðfræði að ég vera prestur en ekki verið í guðfræðideildinni, eins ágætt og hún var annars sko. En þú átt fjölskyldu, eins og nefndir áðan, eiginkonu sem heitir Alma. Hvað gerir hún? Alma er hérna grafískur hönnuður úr myndlistaskólanum hér á Akureyri og hún er hönnunar og verkefnastjóri hjá Stíl eða Ásbrent Stíl og hún er bara starfandi það núna í hvað vera 3 ár. Hún er listrænt eðli. Hún hefur listrænt eðli og hún sér algjörlega það hluti á okkar heimili. Við segjum það stundum að við erum svona eins og yin og yang sko. Já, það er gott. Það getur komið vel út. Og þið er 3 stráka. Við erum 3 stráka, já. Elsti er hvað gamall? Það er Árni. Hann verður, Árni Björn verður 19 ára núna í sumar og hann er í 3. bekk í menntaskólanum. Og svo eru 2 hérna. Svo eru 2 litli púkar. 2 púkar, hérna Karis og Baktur. Það má segja það. Birnir Eiðar, hann verður 8 ára í sumar og svo Hákon Bjarnar sem verður 7 ára á gamlársdag. Og þeir halda ykkur ungum. Þeir halda okkur svo sannarlega ungum. Þú ert í alveg brjálæðislega góður formi bara út af þeim, hlaupa eftir þeim, er það ekki? Þú hefur séð það. Ég hef séð það, hlaupað eftir hverfið. Já, þetta er bara hollt. Og þú ert náttúrulega, sko, ert ekki einhver svolítið svona prívat maður og svona fjölskyldumaður. Ég hef svona þá upplifun af þér, þó ég sjá að þú fjarlægir, að þú svona sért svona maður sem að þér finnst gott bara að vera heima og vera með fjölskyldunni og svona. Er það rétt metið hjá mér? Já, það er þannig, sko. Já. Ekki síst vegna þess að vinnan tekur náttúrulega það mikinn tíma að þegar maður þarf að skipta umhverfi þá gerum maður það náttúrulega með fjölskyldunni og verður þá náttúrulega að gefa fjölskyldunni það tíma sem eftir er í sólarhringnum og þannig við erum bara líka hjónin og fjölskyldan bara mjög svona heimakær. En ég get ekki sleppt þér án þess að spyrja þig orðróminn sem að gengur að þú sért að hugsa nýtt jobb, sækjum nýtt jobb. Það er svona verið að tala það í bænum og hefur heyrst og meira í fjölmiðlum að þú sért að hugsa að gefa kostaðir til forseta Íslands í forsetaembættið. Viltu eitthvað tjá þig það? Ég seti bara pokerfaceið. Já, er það eitthvað svona sem að þú ert að velta fyrir þér sem sagt? Þessi umræða kom upp fyrst fyrir 4 mánuðum síðan og þá fórum við að svona ræða þetta í svona góðum hópi og svo aftur núna í haust og í vetur þá fór þessi umræða aftur í gang og við sögðum hann fyrir 4 mánuðum síðan að þá værum við ekki tilbúin og við rættum þetta sjálfsögðu saman, hjónin en núna vorum við svona móttækilegri og hefum verið að velta þessu fyrir okkur og verið að skoða þessa hluti líka vegna þess að mér hefur bara einfaldlega verið bent á það að ég hafi ákveðna mannkosti og ég hafi ákveðna hluti sem ég geti lagt fram og við erum bara núna að vega og meta stöðuna. Þetta er gríðarlega stór ákvörðun, þetta er stórt og mikið embætti. Þetta er ákveðin fórn? Þetta er gríðarlega fórn að sjálfsögðu en sú fórn er náttúrulega fólkinni því að maður er að fórna sér fyrir þjóðina og fyrir fólki í landinu.
og ég er náttúrulega búinn að vinna náttúrulega fyrir samfélög, bæði hér fyrir norðan og eins fyrir austan og svo náttúrulega er þetta sem stjórnarmaður hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, þá er náttúrulega verið að vinna í rauninni fyrir öll sveitarfélögin í landinu. Þannig að með þessa reynslu og þessa þekkingu þá er bara ekkert annað en eðlilegt að maður velti þessu fyrir sér og meti bara hvaða möguleika á maður. Og svo náttúrulega er þetta alveg ofboðslega stór ákvörðun fyrir fjölskylduna. Því að við þurfum að sjálfsögðu öll að vera í þessu. Þetta er ekki bara vinna sem ég færi þó í einn. Nei. Þannig að það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga áður maður tekur hérna endanlega ákvörðun en hún er ekki komin. Nei. Ég ætla að gefa mér bara tíma í þetta og velta þessu betur fyrir mér. Undir feldi. Ég ligg undir þessum fræga feldi. Mér langar að spyrja þig svona bara almennt bara sem Íslendingur, sko, hvað finnst þér, sko, hvernig sér þú forsetaembættið, sko, fyrir þér? Finnst þér, þetta embættið hefur náttúrulega breyst gríðarlega í tíð Ólafs Ragnars. Og ég held, eða það er mitt mat, að næsti forseti sé ekki að fara að gera nákvæmlega sömu hluti og til dæmis Vigdís Finnbogadóttir var að gera því þá var bara allt annað tíðarandi. Og það eru liðin 20 ár og þá bara hefur svo margt breyst bæði í samfélaginu og líka sitjandi forseti breytt mörgu. Hvernig horfir forsetaembættið við þér? Hvað finnst þér að eigi að vera hlutverk forseta Íslands í dag, 2016? Þetta er eitt af því sem við höfum verið að velta fyrir okkur. Vegna þess að það skiptir rosalega miklu máli að maður hafi einhverja sýn á embættið sjálft. Ekki bara hvernig maður hefur sýn á það sem hægt er að gera í samfélaginu og það sem þarf að gera fyrir þjóðina. Heldur hvernig hægt að nýta embættið til þess að gera eitthvað gott fyrir samfélagið. Og ég hef haft bara svona ákveðin gildi sem ég hef bara unnið eftir og við höfum búin að reynda að fara aðeins í gegnum í þessum þætti. Það er bara að bera virðingu fyrir náunganum og samfélaginu. Og það er svona mitt innlegg í það að embættið skiptir alveg ofboðslega miklu máli fyrir þjóðina að maður hlusti og greini það sem er að gerast í samfélaginu á hverjum tíma. Og bregðist á við í samræmi við það sem er í gangi á hverjum tíma. Og við sjáum það bara núna, bara sem hefur gerst núna bara síðasta hálfa mánuðinum, að það er alltaf hlutir í umræðin í dag heldur en voru fyrir þann tíma. Hér er miklu meiri umræðum siðferði og þó hún vissulega hafi alltaf verið til staðar. Þannig að forsetaembættið er sko í rauninni sá aðili sem á að hlusta á þjóðina og það er sá aðili sem á að vera rödd þjóðarinnar og hann þarf að bregðast við fyrir hönd þjóðarinnar til þess að skapa ró og hann þarf að vera tilbúinn til þess að grípa inn í ef þörf krefur. En þetta stjórnast að sjálfsögðu af æðstu bókinni sem er náttúrulega stjórnarskráin og ég held að karaktereinkenni þess sem að mun sitja í embættinu mun að sjálfsögðu endurspegla hvernig embættið muni þróast. Því að stjórnarskráin er einfaldlega það opin varðandi forsetaembættið að sá sem situr í embættinu hann hefur ákveðna rými til þess að móta. Nákvæmlega. Þannig að það hefur Ólafur gert og það gerðu fyrrverandi forseta líka. Þannig að skapandi hugsun er kannski dálítið mikilvæg í þessu starfi. Hún er það. Ég ætla ekki að ljúka þessu á þessu nótum heldur langar mig að spyrja þig, bara finnst það svo forvitnilegt að spyrja þig hvað hamingjan sé fyrir þér? Hamingjan? Hamingjan er bara... Ég er búin að vera að skrifa hamingjan síðustu daga þannig að ég bara ætla að nota tækifæri. Hvað er hamingjan fyrir þér? Hamingjan fyrir mér er bara gleði og svona jákvæðni og bara það gerir mig hamingju saman að vera innan fólk sem er glatt og jákvætt og hamingjan er líka svona ákveðin bjartsýni, vera sáttur við sjálfan sig. Þá er maður fullur af hamingju. Þannig sé ég það, en nú er ég bara að bregðast við svona spontant. Já, ég veit það. Þetta var ekki alveg sækjart. En það er sáttin við sjálfan sig. Að vera sáttur við sjálfan sig og geta horft í spegil og vera sáttur og þá hlýtur maður að vera hamingjusamur. Já, það er góður lokaorð, það er sáttin við sjálfan sig. Og ég þakka þér kærlega fyrir komuna og við kveðjum hérna Kaffi Laut og sjáumst aftur í næstu viku.